Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn hér á N4. Í dag föstudagurinn 16. febrúar, tíminn líður hratt. Í þættinum í dag ætlum við að vera mikið á listrænum nótum. Við ætlum að tala leikrit og við ætlum að tala söngleiki og við ætlum að tala tónlist. Og hingað í sófann sem fyrstu gestir eru mættir úr Reykjadal, Vala og Jón Friðrik, alltaf kallaði Brói, væntanlega. Velkomin. Þið eru að æfa leikritið stöngin inn. Já. Hvernig gengur? Þetta gengur bara mjög vel. Já. Mjög vel. Styttist í frumsýningu? 1 vika. Og hvernig þú ert nú gamall í hettunni? Hvernig staðan á æfingum svona miðað við viku í frumsýningu á þínum leikferli? Ég myndi segja að hún væri mjög góð. Já, hverju að þakka? Það náttúrulega bara henni að þakka, heldur við. Leikstjórinn. Nei, þetta bara á mjög góðum stað með það sem oft hefur verið. Já. Og eiginlega betri heldur en maður hefur átt að venjast. Stöngin inn, hvað þetta? Þetta hérna leikrit byggt líklegast á liströtu. Konur í smábæ á Íslandi sem fara í kynlífsverkfall vegna þess að mennirnir að horfa of mikið á fótbolta. Þetta mjög körrent á árinu 2018. Já. Já. Hvernig, það getur ekki enda vel, trúi ég. Já, þetta endar merkilega vel. En þau ganga gegnum ýmislegt á leiðinni og má kannski segja að þetta sé svolítið mikið bara samskipti kynjanna. Þannig það dýpt í þessu þó að kannski húmorinn sé í... Já, húmorinn í fyrirrúmi en það mjög svona, ákveðin skilaboð samt í sýningunni. Viltu upplýsa hver það eru? Ég var að gera það. Það svona aðeins Það var tæp á því. Já, það má eiginlega segja, þetta sé svolítið það hvernig stundum svona í kvöndeginu gleymum við, maginn okkar verður svolítið í tvívídd. Og þetta raun og veru það sem að gerist að konurnar kannski fara í þetta verkfall til þess aðeins að vekja mennina sem að vekur það mennina líka til umsugsunar og eitt leiðir af öðru þangað til að þau ná aftur saman. Og ástin sigrar að lokum. Ó, en falleg. Já. Hvaða hlutverk ferð þú með? Ég fer með gamlingjan í þessu, svo sést náttúrulega á manni kannski. Já. Já. Hvert hlutverk gamlingjans í þessu? Gamlingin náttúrulega svolítið nestor í þessu öllu saman þarna, en hann á náttúrulega sína konu, samt kominn hátt á 8-aldur og í fullu fjöri, þannig að þetta kynlífsverkfall hefur verulega áhrif á hann alveg samt sem áður, sko. Já. Já, þetta bara eitthvað gall, sko. Hvernig höndlar hann það? Hann höndlar þetta illa. Já. Hann ekki vanur að verða fyrir höfnun af neinu tægi í sjálfu sér. Nei. Þetta svona gamall sjóari og hefur verið sinn herra alltaf í þessu. Þannig að þetta kemur illa við hann. Hvernig fléttið tónlistinni inn í þetta allt saman? Hvernig... Ekki verður þú syngjandi glaður í verkfalli? Nei, það einmitt. Nei. Þeir syngja mikið náttúru blues. Já. Karlmenninir. Alveg bara... Þetta hryllilegt. Þetta hryllilegt. Já. Fer illa með mann. Já, og menn verða náttúrulega, blandast náttúrulega knattspyrna dálítið inn í þetta, menn syngja þarna skemmtilega knattspyrnu, sirpu. Já. Já. Lögin þetta eru ABBA-lög, það ekki? Þetta ABBA-tónlist. ABBA-tónlist, já. Já, knattspyrnusöngurinn Gimme Gimme. Já. Og það Guðmundur Ólafsson sem hefur snarað öllum tökstum yfir eða? Þeir frumsamdir eða hvað? Já, þetta var allt skrifað inn í verkið og listilega gert. Þetta bara fellur allt saman mjög eðlilega. Hvernig textinn í Gimme Gimme fótbolta? Þetta náttúrulega þetta eilífa stríð náttúrulega, menn eru að horfa hvor á sitt lið og það náttúrulega verður spenna á milli manna og síðan náttúrulega upphefjast deilur það að dómari náttúrulega, það þarna alveg heil fótboltalýsing, við tökum eitt fótboltaleik þarna á 45 mínútum. Hvaða lið að keppa? Erum þarna með náttúrulega alveg sérfræðing í lýsingum. Hver það? Hann heitir Sigurbjörn Árni Arngrímsson. Hvað ertu að segja? Það nú bara næg ástæð til að mæta. Það já. Og það náttúrulega fléttast inn í þetta alls konar rangstöður, brot, mörk, stöngin inn og stöngin út og þannig að þetta feiknarlega skemmtilegu söngur og síðan hefur náttúrulega Vala sett inn í þetta ákveðna hreyfilist líka með þessu öllu svona þetta gríðarlega mikið sjóð þarna sem fer fram í þessu knattspyrnuævintýri. Spennandi.
og hérna, sko, hvernig nálgastu það að láta allt liðið vera á hreyfingu og syngja og hvaða tækni nýtur þér í leikstjórninni? Það svona, það sem að mér finnst mjög gaman að gera að búa til heildir, það sem að í raun og veru hreyfingar og lýsing og texti og allt annað fellur í eina heild. Og hérna, ég píndi það svolítið kallana í þetta náttúrulega kannski ekki dansari og ég náttúrulega ekki dansari, þannig að við svona maukuðum þetta saman og það sem skiptir raun og veru mestu máli er að eins og maður segir að vondri í íslensku pointið fari bara beint til áhorfandans, að þú sért ekki að ég tala mjög slæm íslensku, blörra línurnar eins og maður segir. Gera þær óskýrar. Já, akkurat. Og í þessu reyndar stóðu þeir sig vel svona undir lokin. En þetta, og einmitt reyna bara að búa til gott sjó á sért að það sé skýrt fyrir áhorfandann hvað athyglin hans á að vera og hver skilaboðin eru. Má ég upplýsa að þið eru náskylda, þetta er föðurbróðir þinn, er það ekki? Jú. Hvernig kemur það til að þessi sterka leikhefð í fjölskyldunni ykkar og í dalnum ykkar bara? Hvað er þetta? Hvað er ykkur alveg stúm? Það er náttúrulega bara athyglisíki fyrst og fremst, sko. Já, sennilega byggð svolítið vel á því. Mjög mikið byggist á þessu. Já, en svo vindur hún nú upp á sig. Ég hef nú séð þig leika og þetta er nú ekki bara athyglisíki. Þetta er alveg gífurlega flottir hæfileikari ef maður hrósa þér. Þetta er náttúrulega bara, nú er ég ekki lærður leikari þannig að, en ég er búinn að vera í 50 ár, það er rétt að verða 50 ár síðan ég lék fyrst í Reykjadal. Stubbur á sviði bara til að byrja með? Já, maður var að leika svona hippa gæja og þá var maður ekki farið að vaxa skegg þannig að þetta setja maður gerfiskegg og hárkoll og allt maður. Manstu eftir honum? Hún var Ég var örugglega ekki fædd. Nei, þú varst ekki fædd. Nei, 20 ára áður en hún fæddist. En þú manst eftir honum, ég náttúrulega hefur fylgst með honum og leikið með honum kannski? Jú, já, leikum saman fyrir 17 árum síðan. Já, vorum í félaganum á þakkinu. Þannig að þegar þú leitar í leikarahópinn, þá er það fyrst ættingjar. Já, það er svolítið svoleiðis. Pabbiðin er ekkert með þér hérna, Arnór Benningsson? Því miður. Fékkst hann ekki í þetta? Nei. En þú átt systur og það er bræður og frændsystkini út allt? Út allt, sko, þetta er mitt. En tónlistarfólkið, hvaðan kemur það? Það er bara frá Laugum og nærsveitum, Húsavík, Stóritjörnum, Aðaldal, Laugum. Og er professional bara tónlistarfólk. Og ungmennafélagið Efling á bakvið allt saman? Já. Leiklistarhefðin þar er orðin löng, ætla ég að segja. Þannig að þetta blandast allt saman, hæfileikar, áhugi og eitthvað sem maður nú lagt í þetta líka til þess að efla þetta, er það ekki? Jú, þetta er svona mjög flott samfélagslegt verkfæri. Í raun og veru að ná samfélaginu saman til þess að því að auðvitað er miklu meira heldur en bara tónlist og leikur. Það er líka sviðsmyndin og það eru búningarnir og hljóðmyndin og svo framvegis og einmitt bara frábært að koma inn í svona lítið samfélag þar sem þú bara getur náð í hæfileikina bara í öll hús. Já. Vika til stefnu, það er frumsýning næsta föstudag. Hvar frumsýnum við? Hvar er það? Á Breiðumýri, félagsheimilinu. Félagsheimilinu Breiðumýri, já. Sem hefur verið aðal leikhús Reykjavíkur í nærri 100 ár. Já. Ég þykist vita það, en það eru sem betur margir aðrir að horfa á okkur sem vita af alla hvað Reykjadalur er ekki bara að googla þetta? Jú, það er bara að googla. Jú, sans vita Reykjadalur er hlýtur að vera, það er. Við segjum sannlega að þingæingar það er hlýtur, menn veitu. Já. Við erum mjög meðvituð okkur, þannig að aðrir hljóta að vera það líka. En athyglin með beinast þangað eftir viku og þið sýnið þetta, er búið að ákveða hve oft? Ég held Já, bara eftir aðsókn. Það er búið að plana 30 sýningar á þessu. Nei, ég segi Ég held að ég er búin að plana eitthvað fram á vorið. Fram í maí heyrðist mér á þeim síðast. Já, bara fram að Sauðburði? Já, fram að Sauðburði. Er það ekki gott? Það hefur nú oft verið þannig í þessu að það er sýnt fram að Sauðburði. Eða var þannig því þá voru þetta náttúrulega bændur. Það er náttúrulega nánast engin bóndi í þessu valla í dag. Þeir eru ekki verið til, sko. Já. En svona er þetta, en þá var það hefðin að sýna svona fram að Sauðburði sem alltaf höfðum ekki tíma til þess lengur.
Þannig að þetta verður samt með sama hættinum, þetta verður framöndir. Við erum líka með svolítið af krökkum úr framhaldsskólanum á Laugum með okkur og þau náttúrulega eru búin miðjan maí í skólanum. Já. Þannig að þetta ræðst svolítið af því líka. Á mannaflanum. Já. Það verður gaman að koma og sjá ykkur og ætlum að fara ekki hlæjandi út. Alveg bókama. Elsku. Það er ekki spurning. Þá er eitthvað að þér ef Já, það ekki. ég hef ekkert eftir að hlæja. Bara kæra þakkir og gaman að fá ykkur hingað og við höldum áfram hér eftir stuttastund. Já.